Ég býð ykkur velkomin í Unimax verkstæðið og ég hef uppskrift fyrir ykkur hvernig á að tengja eftir rafmagnsverkfæri við verkstæðisryksugu. Fyrir 10 árum keypti ég ryksugu beint frá Nilfisk sem framleiðir einnig ryksugur fyrir verkfæraframleiðendur eins og Narex, Makita og örugglega margar aðrar tegundir. Og ég skipti út svona bóðadregnustúti sem fylgihlutir eða sjónaukastöng eru sett á fyrir svona millistykki sem sérstaklega ætlað fyrir rafmagnsverkfæri. Og ég var svolítið hissa á því að það bil helmingur af þessum tækjum ekki samhæfður við það. Það passar einfaldlega ekki í þau. Ég væri ekki einu sinni hissa ef það passaði í eina tegund en ekki í aðra, en það passar ekki einu sinni innan sömu tegundar. Ég á til dæmis 4 tæki frá einni tegund og meðan það passar fallega í eitt þeirra, sem það nýjasta, þá passar það ekki í hinn 3. Ég myndi skilja það ef það væri til dæmis hjá þessum stóra mafla sem, svo ég viti, hefur verið á markanum í það bil 35 ár, ennþá seldur, svo hann gæti haft smá óvenjulegt form. Og það sama á við þessa beftislípara sem örugglega líka úreftur módel, en það kemur mér svolítið á óvart hér hjá þessari mjög vinsælu samsettu fræsivél sem það passar einfaldlega ekki í. Kannski hafið þið tekið eftir í sumum af eldri myndböndum mínum að ég leysti þetta með svona úrgangsröri. Þetta eftir rör með 40 mm þvermál, það sem passar einmitt þessi millistykki frá ryksugunni og á sumum af þessum tækjum passar það, aftur á móti hinum megin. Ekki þó öll, svo ég þarf að hafa nokkur svona gerfimillistykki til að ná yfir öll tækin sem það ekki hægt að tengja beint við, sem auðvitað ekki mjög glæsileg lausn. Þegar ég rakst á þetta sett frá Rockler var það augljóst að ég yrði að eignast það. Það inniheldur 2 enda og það hægt að kaupa 2 aðra sérstaklega. Svo það gerði ég og ég veðja á að eins og hjá mér þá mun það einnig ná yfir alla þá útganga sem í rafmagnsverkfærunum ykkar. Önnur kostur við þessa enda að þeir eru mjög mjúkir, svo þú getur alveg að þá að einhverjum óvenjulegum formum eins og til dæmis mismunandi sporöskjulega sniðum og þess háttar. Og á hinum enda slöngunar svona tengi sem passar fullkomlega í opið á verkstæðisryksugunni. Bæði endinn fyrir ryksuguna og endarnir fyrir verkfærið hafa vinstri skrúfgang sem skrúfast inn í slönguna. Og báðir endarnir hafa svona snúning, svo slangan mun ekki flækjast. Það sniðugt. Eini litli ókosturinn líklega sá að í hvert skipti sem þú vilt skipta endan, þá þarftu að skrúfa hann alveg af slöngunni sem tekur nokkra sekúndur. En ég get ímyndað mér kannski glæsilegri lausn eins og að það væri einhver fáltengi. Ég verð líklega að þróa mitt eigi sett fyrir útsog. Þessi slanga lítur út fyrir að vera mjög stutt það bil 1 metri sem hún en hún teygjanleg þannig að þú getur teygt hana út í alltaf 4 metra. Það hefur sína kosti, til dæmis þegar þú ert að slípa stærra svæði og eftir að keyra slípirokkinn fram og tilbaka. Þá hverfur vandamálið þegar hefðbundin slanga festist við brúnina og plötunni sem þú ert að vinna með. Útsogsbúnaðurinn frá Rockler leysti ekki aðeins vandamál með handstýrðum rafmagnsverkfærum, heldur einnig með borðsauginni. Ég hef frekar vanrækt að nota þetta hlíf með útsogi því leið og þú tengir þessa slöngu við stóra verkstæðisútsogara, þá virkar það samt. Alls ekki. Svo datt mér í hug að tengja það verkstæðisryksugu, en hún passaði ekki þar. En nú passar einn af þessum endum, eins og flís við rass. Þetta setji ég í verkstæðisryksuguna og tengi hana í sama einstungu og ég hef stóra útsogara. Þessa einstungu hef ég á fjarstýringu, þannig að ég get ræst báðar ryksugurnar í einu. Og það virkar virkilega frábærlega. Kannski spyrjið þið ykkur af hverju ég svona áhyggjufullur yfir útsoginu. Svo fyrir utan það að ég vil hafa tiltölulega hreint á verkstæðinu, sem ég skila ekki allir frá, þá það líka gott fyrir öndunarveginn. Ég nota reyndar síandlitsgrímu, en þegar ég vil gera bara eitthvað lítið, fljótlegt, þá set ég hana auðvitað ekki á mig. Og þá kemur útsogið virkilega að góðum notum. Tenglar á allar vörur finnum við eins og venjulega í lýsingunni undir myndbandinu. Takk fyrir að horfa, hafið það gott og ég hlakka til að sjá ykkur fljótlega aftur í Unimax verkstæðinu.